Viti, ég á 1141 vin. Það mikið. Þetta eru reyndar Facebook-vinir. Það víst ekki alveg það sama og ef eiga vini. Facebook-vinir mínir eru samansafn af vinum, kunningjum, fólki sem ég rétt svo veit deili á. Þarna náin fjölskylda og ættingjar, fjarskyldir og náskyldir. Ég ætla ekki að tala um Facebook í dag, ég ætla að tala um vináttu. Ég hef ekki talið vini mína og ástæðan kannski svo að þetta með vináttu og kunningskap, hvar mörkin þar á milli svolítið teygjanlegt og jafnvel breytilegt. Sumir vinir staldra lengi við, jafnvel alla ævina. Aðrir vinir koma og eru með í stuttu stund. Ég ekki viss að ég eigi neitt óvenju marga vini. En þessi hópur margbreytilegur. Ég á trúaða vini og trúlausa. Ég á íslenska vini og útlenska. Ég á vini sem ég hitti oft og í miklum samskiptum við. Ég á líka vini sem ég hitti sjaldan og ekki mjög miklum samskiptum. En það sem þetta fólk sem ég tel vini mína á sameiginlegt það að ég hef sýnt þeim hver ég Það sem þau eru líka sameiginlegt að þau hafa treyst mér fyrir því hver þau eru. Við heyrðum áðan sagt frá því að Jesús segir við lærisveina sína: þið eruð ekki lengur þjónar mínir, þið eru vinir mínir. Og ástæðan svo að hann búinn að treysta þeim fyrir því hver hann Þeir vita hver hann Það ríkir traust. En ætli sé ekki betra að vera vinur heldur en að vera þjónn? Eða? Þessi hugtök svolítið breytileg. Þau breytast eftir því hvaða samhengi við erum og í gegnum tímanna rás. Og ég held að þessi hugtök séu ekkert svo alveg sjálfsögð hér á Íslandi í dag að það sé endilega betra að vera vinur en þjónn. Það þykir mjög fínt hjá leiðtogum og stjórnendum að tala sig sem þjóna. Að þeir þjóni fólkinu sem hátt þeim á einhvern hátt sem þau eru í valdastöðu gagnvart. Þetta reyndar ekkert nýtt. Ef að einhver kallaði sig þjón þrátt fyrir að vera leiðtogi var það náttúrulega Jesús Kristur. Því að hann sagði aftur og aftur: ég ekki komin til að láta þjóna mér, heldur til að þjóna öðrum. Hann þvoði fætur lærisveina sinna til að sýna þeim þetta. Það var bara ekki til hugtakið þjónandi forystu þá. En ef einhver var einhver stundaði þjónandi forystu, þá var það Jesús Kristur. Vinátta, yfirleitt þetta orð vinur jákvætt og fallegt, en það til samhengi þar sem það ekkert svo jákvætt og fallegt. Þá ég að hugsa samhengi eins og vinavæðing, vinagreiði, hugtök sem við þekkjum ágætlega hér í dag og koma upp aftur og aftur þegar samfélagið okkar að breytast frá því að vera svona lítið vina- og kunningjasamfélag þar sem allt gekk út á það að hafa réttu samböndin og eiga réttu vinina til þess að komast áfram, í það að verða stærra samfélag þar sem allir eiga að hafa sömu möguleika alveg sama hver þú ert. Og þá eru þessi hugtök ekki jákvæð í því samhengi. En ég held að sé við hæfi nú þegar 1. maí nýliðinn og allt logar hér í verkföllum, þegar valdaöflin geta vart lengt hneykslun sinni á því að þau lægst launuðustu vilji fá hærri lágmarkslaun, að setja þessi hugtökum vináttu og þjónustu í samhengi við samfélagið okkar í dag, stöðuna hér. Það
ekki þetta með að vera vinur í dag jákvætt. Þegar við skoðum það hvernig Jesús segir við lærisveina sína, ég datt út í þetta smástund, þess vegna var ég svona. Ég er komin aftur. Þetta, þegar Jesús segir við lærisveina sína, þið eru vinir mínir en ekki þjónar, þá það þegar þeir eru búin að kynnast honum, vita hver hann er búin að treysta þeim, allt upp á borðinu, allt gegnsætt. Þetta vináttan og ég held að við getum líkt þessari vináttu við lýðræði. Lýðræðis samfélag gerir ráð fyrir því að við öll höfum sama rétt til að segja skoðun okkar. Við höfum öll rétt til þess að kjósa og velja hver þau eru sem að eiga að stjórna hér. Við höfum líka öll rétt á því að mótmæla og skipta skoðun og kjósa aðra næst ef okkur finnst fólk ekki standa sig. Og þetta samfélag okkar sem að var fyrir svo miklu áfalli fyrir nokkrum árum, 2008 og árin á eftir, siðferðilegum áfallum, þar sem uppkom alvarleg spilling, misnotkun á valdi. Þar þurfum við á því að halda að þau sem að við gefum valdið, þau sem að við réttum valdið, að þau líti á sig sem þjóna, að þau beri virðingu fyrir því valdi sem að þau hafa fengið til umráða í svolítinn tíma. Í dag gerum við mun ríkari kröfu til þess. Og það sem að Jesús sagði við lærisveina sína þá, og það sem að Jesús segir við okkur í dag var: Guð vill að þú sért vinur og heldur þér nálægt sér. Guð vill ekki að þú sért þjónn sem ert í fjarlægð og veist ekki neitt, haldið í myrkrinu. Jesús boðaði nýja tegund af valdi. Valdi sem byggir á þjónustu og vináttu. Já, kannski ekki 1141, en já, nógu margar vinir. Og ég þakklát fyrir það að fá að þjóna þér, að fá að vera presturinn þinn og jafnvel Facebook-vinur. Amen.